Já, við ætlum aðeins að ræða manngildi Íslendinga, margir sem hafa skoðað tekjublöðin síðustu daga og vikur og sumir súpa hveljur. Það var orðið mikil verðbólga á launum frá ári til árs, telja margir og á meðan sumar stéttir skara elda sinni köku sem aldrei fyrr, þá eru náttúrulega aðrar við hungurmörkin eins og gengur að gerist. Nú, það ekki langt síðan gaus upp svolítið rifrildi það að menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir, hún boðaði og kom í gegn breytingum á listamannalaunum og í tekjublaði Heimildarinnar skrifar Margrét Tryggvadóttir, formaður Rithöfundasambandsins, grein, svona getur maður sagt, listamannalaunum til varnar og bendir á að ekki sé allt sem sýnist í þeim efnum, en það síðasta rifrildið listamannalaunin varð einmitt þegar nýtt frumvarp fór í gegnum þau og viðskiptaráð og fleiri telja að þarna sé bara verið að brenna peninga, henda þeim á glæ. Og Margrét komin hingað, velkomin. Takk fyrir. Sko, þetta það sem að þú segir í þinni grein, það eitthvað sem ég held að allir viti ekki, að við erum að tala verktakagreiðslur. Já, þetta nefnilega að þetta heitir listamannalaun. Já. Þá gerir fólk náttúrulega ráð fyrir þetta laun. Þetta ekki launagreiðslur heldur, þetta verktakagreiðsla. Já. Og eins og þetta núna og það ekki að koma til hækkun, nema bara þessi vísitölu hækkun. Já. Þá þetta 538.000 sem gerir þegar þú ert búin að borga þína skatt og skyldur og tryggingagjald og lífeyrissjóðsgreiðslur og mótframlagið og allt þetta, að þá ertu undir lágmarkslaunum bara á lægsta eflinga. Þú komið niður í 300... Já, ég man nú ekki alveg töluna, ég reiknaði þetta út. En þetta töluvert undir. 384.000. Já, sem að þetta í rauninni jafngildir í launagreiðslu. Já. Svo það náttúrulega, því, fyrst, mér langar samt að segja, að því að í þessari grein ég svolítið að fara yfir þetta og útskýra, hvað þetta og þú veist, ég meina þetta ofboðslega eftirsótt. Árangurshlutfallið þú veist, það mismunandi aðeins eftir sjóðum, það fer alveg niður í held í 11%. Það sem það lægst og upp í kannski 20%. Ég held að það hafi verið meðaltal eitthvað 14% eða eitthvað. Það má lesa þetta allt á Rannís og ég bókmennafræðingur, þannig að... En hvað áttu við með árangurshlutfall? Það sem sagt, já, það fer líka bara svolítið eftir hvernig það skoðað. Þú sækir þarna og þetta Rannís kerfi. Það sótt bara nákvæmlega sama hátt og fólk sækir ýmsa vísindastyrki og sem að alls konar styrki sem fólk fær til góðra verka sem hljóta ekki sömu gagnrýni. Það að finna við þetta, Við erum einu sem bara, hérna vonda fólki sem fekk laun í ár. Það svona bara stimpluð. Já, ég pínu, sem okkur finnst náttúrulega svolítið ósanngjarnt. En það í raun árangurshlutfallið skoðað út frá 2 vinklum. Já. Annars vegar, hvað var sótt marga mánuði og hvað voru úthlutaði margir mánuðir. Og mánuðirnir eru lögbundið og það það sem hún Lilja að hækka núna í áföngum. Núna bætast 2 sjóðir en engin hækkun í gömlu sjóðunum, svo hækka upphæðirnar aðeins næstu 3 árin. Já. En þú getur líka horft á þetta hvað voru margir umsækjendur, hvað fengu margir umsækjendur. Þannig að hverjum 100 umsækjendum að það fékk á bilinu 11 til 20 listamannalaun. Skilur, það ef það árangurshlutfallið og þetta aðeins mismunandi eftir sjóðunum. Já. Þeir eru misstórir og svo þeim minnst eins og sjóði Hönnuða sem nýjastu sjóðurinn þangað til þessi nýjur að koma núna. Já. Og hann var alveg langt minnstur að þá getur bara 1-2 umsóknir haft mjög mikil áhrif af því þetta svo opaslega fáir sem fá úthlutað. Það fá ennþá færri úthlutað öllu árinu. Já. Og það sem svo erfitt við þetta að þú veist það ekki fyrir en áramót, en þetta síðustu 2 ár þá hafa þau náð að tilkynna fólki fyrir áramót hvort það að launum það árið. Hér áður fyrr meðan öll svona tækni og tölvuvinnsla var kannski aðeins líka flóknari og
og það var lítið svo á, það var í raun ekki hægt að tilkynna fyrir en að fjárlögin voru samþykkt, að þá dróst það sko oft bara fram í miðjan janúar og jafnvel sko fram í febrúar og fólk vissi í raun ekki þá fyrir en hvort þú fengir eitthvað laun, þú veist listamannalaun það árið, þannig að það er náttúrulega bara eitthvað kerfi sem er bara ótrúlega vont, en núna bara verið að ræða ýmsa hluti meðal annars að flytja sem sagt umsóknartímabilið, núna það sem sagt í október, alveg bara fram á vorið, þannig að fólk myndi kannski viti í september, október hvort að fengi þótt að upphæðin sjálf ráðist að fjárlögum að því að mánuðirnir eru lögbundnir, það er hægt og það er náttúrulega bara myndi gera allt okkar starfsumhverfi tryggara. Þú veist, því að þú veist ekki fyrir en eftir áramót hvort þú ert á launum það árið, þá ertu bara, þú veist, á byrjunarreit í að leita þeirra vinnu eða einhverjum öðrum verkefni sem getur verið rosalega snúið. Þetta eru náttúrulega svolítið svona kerfislega gallar sem að ég veit að þessi ráðherra er mjög umhugað að laga og boðaði þetta fundar síðasta mánudag semst fyrir rúmri viku með bara öllum félögunum sem að eru innan bandalags íslenskra listamanna og þetta var, ég held þetta svona halleluja undir hvað þetta væri frábært að vera að fá þetta heldur, en þetta var það ekki, þetta var bara fundur þar sem var bara sko opinn hátalari og við öll að ræða hvernig var hægt að gera þetta betra. Og sem var bara algjörlega stórkostlegt og mjög óíslenskt, ég voru að man ekki eftir öðru eins. En þannig að þetta, þú veist að við vitum alveg að fólk bæði ráðherra og í ráðuneytinu og hjá Rannis vill gera þetta bara eins vel og hægtir og líka stjórn listamannalauna. Þetta sem sagt kerfi, svona sjóðakerfi, þessu var komið á 1992 og ég hef náttúrulega mesta einsinn inn í bara rithöfundabransan og það sem gerist þegar þessu kerfi komið á að íslenska bókmenntir verða útflutningsvara. Það bara, þú sérð það bara, þú veist, það verða þarna einhver skil, það kemur inn í eiginlega fyrsta sinn, sko auðvitað höfum við átt atvinnuhöfunda og frábæra höfunda, en þarna kemur inn í fyrsta sinn stétt atvinnuhöfunda. Fólk sem getur lifað að því að skrifa bækur, haft eitthvað stöðuleiki í sínu líði og þessar bækur verða útflutningsfara og bera hróður Íslands bara heimallan og íslenski rithöfundar voru til dæmis mest þýddu skáldsagnahöfundarnir í til dæmis bara sumstaðar á Norðurlöndunum. Þannig að árangur Íslands, og þetta fyrir alla glæpasöguhöfundarna sem eru í raun kannski ekkert inn í þessu kerfi, en riður brautina fyrir þá og aðrar íslenska bókmenntir, líka þá sem hafa ekki notið listamannalauna í sínum störfum. Já, þannig að af þessu getur mælt árangurinn. Bara algjörlega og þetta, þú veist, við getum kvartað yfir hvað þetta eru fáir mánuðir, við getum kvartað yfir hvað þetta eru lág laun og hvað við höfum það í raun og veru skýtt og bara, ég þekki eiginlega enga jafn fátæka á listamenn. En þetta er hörð samkeppni þetta er hörð samkeppni fátæktargildur. Já, svolítið, þetta er nefnilega hörð samkeppni fátæktargildur, en þetta er súrefnið okkar. Já. Og án þessa kerfis að það væri bara ekki öll þessi frumsköpun og við, þú veist, ég meina við eigum svo stórkostlega listamenn sem hafa, eru löngu sem hafa byrjað sín skref í þessu kerfi og þetta eru greinarna mjög mismunandi eftir hvort, þú veist, fólk þarf í raun að hafa eitthvað grunn eða hvort að þú veist það getur bara eitthvað í norðið Hildur Guðnadóttir og verið bara eitthvað starf og og unnið fyrir hæstbjóndur skiluru en við eigum, en þú veist þetta er grunnurinn. Já. Og þetta er í raun og veru bara undirstaðara allra listsköpunar á Íslandi og menningarstarfs. Sumir þarna úti telja að það sé lítil eftirfylgni með því að það sem þú segist ætla að gera það verða veruleika en væntanlega það þannig ef þú færð listamannalaun til 6 mánaða, þú ert búin að selja dómnefndinni þá hugmynd að þú ætlar að skrifa barnabók stelpu sem fer til tannlæknis og Ég myndi aldrei fá listamannalaun út af það. En já, ég skil þig, það er einhver hugmynd. Þú þekkir það betur en ég. En sem sagt sko, en það ekki rétt skilið hjá mér að ef það er ekki framgangur
Og því náttúrulega ekkert fyrir það að sækjum listamannalaun ári síðar eða 2 árum síðar. Sko, þetta er núna... Það sem að spyrja út í, Já. Ekki sko, þú þarft að skila, það ekki? Jú. Já. Sko, fyrstu listamannalaunin á Íslandi, þau voru í lok 19. aldar. Við höfum verið að styrkja listamenn síðar. Hér á árum áður var það Alþingi sem var að gera það og þetta svo, fyrst var það nú held ég frekar hlutlaust og maður viti það svo sem ekki en svo var þetta bara við, þú veist, Framsóknarflokkurinn átti sína listamenn og þú veist, við þekkjum hérna stórkostlegu sögu hérna inngripa Jónasar frá Hriflu og allt það. Já, hann brjálast sko, hann er búin að vera til dæmis Laxness, mjög rausnarleg laun, svo skrifa Laxness bók sem Jónasi hugnast ekki og þá vil hann náttúrulega svipta hann laununum og þetta hefur oft verið mjög pólitískt. Þetta var gríðarlega pólitískt. 1992 þegar þessu sjóðakerfi komið á, þá var það ekki hjá Rannís, heldur bara hjá sér dæmi. Þá var ennþá mjög miklar svona og meðan að það kerfi var í líði, já það fá alltaf sömu, það er alltaf sömu í nefndunum annað. 2009 er lagt fram frumvarp sem að verður að lögum held ég 2010 og í raun tekur þá gildi 2011 því að þú veist þetta er alltaf árið eftir. Þannig að fyrsta útlutunin eftir því kerfið 2011 þá er þetta fært til Rannís og utanum þetta núna er hérna og það var ekkert verið að hreyfa við því að það er allt bara nákvæmlega sambarlegt við aðra samkeppnisstyrki á öllum sviðum og þú veist ég menna styrki sem við erum að veita til alls konar nýsköpunarverkefna og í raun er þetta nýsköpunarverkefni. Kántar þá klíkuskapurinn minna núna en áður? Sko, bæði og fyrsta lagi í lagasetningunni þannig 2009 þá er það tryggt að úthlutunarnefndirnar eru róterandi. Það getur engin verið lengur en í 3 ár. Þannig að þetta er ekki alltaf sama fólkið að veita skilur. Það er tryggt að þetta sé í raun jafningamat. Það er gert með því að stjórnir félagana velja fólkin. Þannig á að gera þetta samkvæmt lögunum. En eins og rithöfundasambandið og ég held fleiri félög gerir þetta þannig við erum öll starfandi rithöfundar í stjórninni og við segjum, við getum ekki valið fólkið sem við sækjum laun hjá. Það sem við gerum í okkar félagi er að við veljum valnefnd sem að velur þetta fólk í þessa stjórn. Þannig að við veljum fólk sem að við treystum. Það fyrsta sem gerist svo þegar að úthlutunarnefnd eru, því það eru varamenn líka, er að stjórnlistamannalauna sem skiptir sér í rauninni ekkert að úthlutuninu sjálfi, heldur bara svona sér framkvæmdina, hún fer yfir hæfi allra með við þá sem sóttum. Þannig að sko, þú getur ég get ekki, þú veist, tilnefnt mannin minn til dæmis í úthlutunarnefnd til að hann tryggja að ég þú veist, og við höfum bara haft þetta þannig og haft það alveg 100% að við vitum aldrei hverjir er í þessari nefnd og það er ekki gert opinbert fyrir en eftir úthlutun hverju sátt í henni. Og þetta er róterandi, þannig að þú veist, það kemur alltaf einn eftir út, þú veist, fólk getur verið hámark 3 ár sem vilja náttúrulega ekki vera lengur, því að þetta er náttúrulega ekki, þú veist, þetta er náttúrulega svaðaleg vinna og og líka bara, þú veist, bara vont að þurfa að setja sig í þessa stöðu, bara hverjir af þessari stétt listamanna eiga að fá laun í ár. Svo En bara með eftirfylgnina. Þú þarft að áður og nú sækjur að nýju. Þá þarft að skila framvinduskíslu eða lokaskíslu eftir hvar semst í raun verkefnið er statt og í sumum tilfellum, þú veist, ef það sagt sótur fyrir einhverja bók eða halda einhverja sýningu, þá verkefnið bara komið, þá getur þú gert bara lokaskíslu. Framvinduskísla þá bara greinur frá hvernig verkefnið er. Sko, ef þú gerir þetta ekki og skuldar skíslu, þá getur ekkert sótt aftur. Það er bara hreinlega þannig. Já. En sko, það er margt búið að vera broslegt, hefur mér fundist, svona, þegar ég fylgist með umræðunum listamannalaun á umliðnum áratugum. Ég man alltaf eftir frétt, sko, einhver blaðamaður tók saman að sumir sem höfðu fengið árslaun ansi lengi, þeir voru kannski bornir saman við aðra höfunda sem að höfðu kannski skilað bók á hverju einasta ári eða á 2 ára fresti og svo var einhver sem hafði ekki skilað bók nema kannski á 5 eða 6 ára fresti
og sko umræðan var þá að rithöfundur væri svona eins og hverjunur útungunarvél eða gúrka í gróðurhúsi eða eitthvað svoleiðis, bara gúrkuplanta að þú ætti bara að spýta frá þér afurðum sko á sama tíma og við vitum náttúrulega að listfengi abstrakt, það getur verið gríðarlega tímafrekt og flókið að setja saman eina stórkostlega bók, það geti tekið 20-30 ára að skrifa þá bók sem þú vilt skrifa. Það er nú ekki, þannig held ég ekki dæmi það að stjórn listamannalauna sé að fjármagna svoleiðis verkefni. Nei, en allt sko, sem sagt, svona umræða, svona grunnumræða, hún náttúrulega segir manni að við erum farin að sko reyna að mæla ómælanlega hluti. Já, en svo það nú líka annað, því ég man nú eftir þessu að það í raun, sko, þegar kemur að rithöfundum, þá þýðir ekkert í raun að telja bara bækur, vegna þess að það inn í þessu eru líka þýðingar, það eru líka leikrit og það eru líka kvikmyndahandrit sem fólk getur verið að skrifa og jafnvel sko útvarpsleikrit og alls konar annað. Þannig að útgefin bókatitla fjöldi og það var einmitt í þessu bæði leikrit og kvikmyndahandrit inn í þessu dæmi að því ég veit hvað dæmi þú ert að vísa. Það er náttúrulega það frægt. Þannig að þá náttúrulega leit bara afurðalistin bara allt þessu út en það er alveg alltaf hægt að stilla hlutunum upp þannig að maður vill það. Sko ég hef náttúrulega verið báðum megin við borðið í að úthluta fyrir ríkisins að því ég var þingi og mér finnst mjög eðlilegt að fólk gerir grein fyrir þeim verkefnum sem það er ætlar að fara í og það sýnir fram á hvað það hefur gert að verkefnatímanum eða styrktatímanum loknum. Sumum finnst að þegar fólk er bara hafa algjört listrænt frelsi en núna er þetta komið inn í þennan rannísfasa og sumir eru bara algjörlega höfundar til dæmis á móti því finnst bara að þeir eru að geta sýnt svolítið bakklistan sinn, sjáðu ég er að gera þetta bara hvað ég gerir næst, það bara fyrir að ég komið þetta í hug og það var nú kannski eitt af því sem kom einmitt út af þessum fundi þarna, eða fram á þessum fundi þarna fyrir rúmri viku að þú veist, við erum ekki að fara í það aftur sem var kannski svona svolítið frá árunum 92 til 2010 þar sem að fólk svona kannski fekk meira kredit fyrir það sem það hefði gert áður en hvað það ætlaði að gera. En svo líka það rosalega menningamunur á milli listgreina og ég þekki bara lenga höfunda sem myndi ekki bara vilja alltaf hafa þennan tekigrunn og vera þá bara á lágmarkslaunum við að skrifa bækur árið kring og það getur svo kannski reynt að hífa upp tekjurnar með því að vera með upplestra og auðvitað selja bækur og eitthvað fleira. Svo ertu með kannski, þú veist, tónlistaflytjendur það vill enginn fá 12 mánuði þú vilt ekkert vera einhver tónleikaferðalagi í 12 mánuði þú vilt halda jólum í fjölskyldunni og fara í sumarfrí og annað sko, þannig að það er menningarmunur þar og fólk í sumum greinum þú veist, tónlistinni til dæmis, þá eru mjög margir hlutastarfi við að kenna þannig að fólk er að reyna að jögla sig einhvern veginn á meðan að, þú veist, rithöfundar náttúrulega upp til hópa, sko, introvertar sem vilja bara vera þú veist, tölvuna og hvernig annars það. Já, það lætur þeim mjög misvel að standa upp í kjörbúð fyrir framann Signa Ísu og lesa upp úr bókinni. Það er alls ekki fyrir alla sko. Nei, það er ekki fyrir alla. Það er náttúrulega bara þannig sko. Já. En sko, það er ótrúlega margt í þessu og af því að ég kom nú inn á það í eingangnum að við náttúrulega erum með stéttir sem að þar sem að sko bara startgjaldið þetta bara 1,5 milljón á mánuði eitthvað svoleiðis og svo erum við hér að ræða laun sem að eru í praxis 380.000 eins og þú segir sko og þetta veltir allt svona upp spurningum gildismat okkar á fólki og hvaða skilaboð við ætlum að senda út til barnan okkar og svona og sko það er ekki bara þessi listamannalaun séu lág og í rauninni hálfgerð fátækra gildra heldur sko kannast líka flestallir rithöfundar við það að fá símtöl frá fólki sem
sem að biður að maður kom og lesa upp bókinni og svo spyr maður hvað hefði nú hugsað að borga mig mikla þóknum fyrir það. Ekki neitt, þetta ekki bara frábær kynning fyrir þig að þú getur kynnt bókina þína bara alveg frítt og það verður bara jafnvel seltana, það verður 50 manns eða 100 manns þarna og sko eða 30 eða 15 og sko þetta eiginlega alveg með ólíkindum að það sé hamast á þessari hungurlús sem listamannalaun eru. Ég held að fólk stór hluti samfélagsins telji að sko listamenn eigi ekkert tekjulega gott skilið. Það þurfi ekki einu svona að greiða þeim fyrir að koma einhvers staðar fram. Ég held að fólk líka átti sig ekki á bara í raun og veru hvað tekjur af útgáfu einna bóka eru bara fáránlega lit. Já, oft bara engar. Oft bara engar. Við erum núna, framkvæmdum semst núna í sumar og erum að klára að vinna úr kjarakönnun með félagi í Rithöfundasambandinu. Það var góð svörum, við hefum gert þetta áður, við fengum miklu betri svörum núna. Þar voru sko langflestir sem að við höfum nú eftir að ég er svolítið vandi, ég er ekki með þetta fyrir frammi en það voru lang flestir tekjur, við spyrum hvað voru tekjuðinnar af sölu síðustu bókar fyrsta árið og bækur seljast náttúrulega langsamlega mest bara fyrsta árið og það voru lang flestir með bara undir 500.000 og þetta er kannski ársverk eða tekjaraverk og það sem er að gerast núna, bóksala hún, það hefur eiginlega aldrei komið út fleiri bækur. Nei. Sem er gott vegna þess að við sem lesendur við þurfum fjölbreytnina. Þetta þýðir það að salan bóksala hefur almennt reist saman. Það er bara því með þannig. Bókin er í og önnur bara menning, hún er í gríðarlega samkeppni við aðra afþreyingu. Þú veist bara símarnir, netið, sjónvarpsrásirnar allar og streymisveiturnar og allt þetta. Þannig að fólk hefur minni tíma til að lesa og þau kaupir síður bækur. Mjög stór hluti af lestri fólks er að færast yfir á streymisveitur. Fólk er að kaupa sér áskrift af streymisveitur og ég skil það mjög vel. Það er dásamlegt að hafa hljóðbók í eyrunum þegar maður er í göngutúr eða vasku upp eða labba með hundina, hjóla í vinnuna eða eitthvað. En tekjur höfunda af þessu, þetta er í raun bara alveg eins og þegar tónlistin fór úr eintakasölu yfir á streymið, en tónlistafólki getur haldið tónleika. En við erum hérna í Bónus að lesa ljóð hjá Signu Ísoni, skilurðu. Þetta er bara ekki, það er engin hefð fyrir því að fólk borgi sig inn á bókmyndaviðburði og bókmyndir eru svolítið svona, þetta er svona svolítið sérherbyggi. Þú vilt vera bara einn með þinni bók og hugsa, lesa hún á þínu hraða eða hlusta á hana og íhugana sjálfur, svo viltu kannski fara í eitthvað klúbb og ræðana, í einhverju félagi við aðra sem hafa líka lesið bókina. En athöfnin er miklu meira prívat og persónal en að hlusta tónlist. Þannig að aðstæður okkar til þess að afla annarra tekna til að vega upp á móti minni eintakasölu. Þær eru bara, við höfum bara eiginlega ekkert enga möguleika. Nei, og sama tíma og þetta er svona, þá erum við eiginlega öll sammála um það að það sem að gefur kannski lífi okkar svona utan fjölskyldu veraldarinnar mesta fyllingu, það er kannski stórkostleg málsgrein í bók, það er eitthvert undur sem verður til við lestur ljóðs eða skáldsögu eða fara í leikhús og sjá leikrit, það er tónlistin, það er alltaf stóra sem að myndlistin getur gert fyrir okkur og auðvitað snýr þetta náttúrulega gjörsamlega á haus, finnst manni gildismatið. Já, það gerir það og Það á ekki vera auðvelt að verða listamann. Það er ekki auðvelt en við megum heldur ekki glemma það hefur aldrei verið auðvelt. En það sem mér finnst þetta snúa mjög mikið af því og nú er ég auðvitað ekki bara rithöfundur, ég er líka að skrifa fyrir börn. Mér finnst skipta mjög miklu máli að ég geti lifað af mínum launum og að ég geti unnið mína vinnu og fengið umbun
bæði frá mínum lesendum en líka hinnu opinbera, en þess að ég ekki bara ég að þjónusta fjölskyldur landsins og ég að þjónusta skólakerfið án þess að fá neitt sérstaklega greitt fyrir það. Þannig að mér finnst listamannalaunakerfið sanngjarnt. Ég finnst þetta bara, sem sagt, auðvitað mætti þetta vera hærra og meira, sko, ég ekki að segja það. En listamannalaun per se, þetta er bara laun fyrir vinnu. Ég ekkert minna að vinna í skólakerfinu því ég að semja mína bækur sem eru svo þar í lesnar og nota þessi námsefni, en kennarinn sem mæti klukkan 8 á morgnana og kenni börnunum. Það er bara ekkert öðruvísi, þetta er bara alveg nákvæmlega eins. En þú veist, þannig, þú veist, við þurfum á þess að halda og við þurfum, þú veist, ég meina, það að, og þetta ánáttúrulega líka við bara fólk sem vinnur hjá opinberum aðilum. Að það svona stundum talað eins og sem sko, þú veist, þetta ekkert smá, þetta 1/3 af vinnumarkaðnum á Íslandi sem vinnur hjá ríki eða sveitarfélögum. Að allir sem vinnur þar sem grunnþjónustun okkar séu bara afætur. Séu ekki búa til verðmæti. Já, og þetta svo klikkuð umræða. Því að ég get bara alveg fullyrt það og þóra fullyrða það að ef við höfum ekki íslenska menningu sem að byggir algjörlega á þessum listamannalaunum að þá hefðum við bara ekkert alltaf þessa ferðamenn. Það bara eitt, því að allar rannsóknir sem hafa verið gerðir, af hverju fólk hafa komið til Íslands? Jú, náttúran, öðru og þriðja sæti alltaf íslensk menning. Fólk kemur í pílagrímsferðir út af Sigurrós eða Björk. Þú veist, hefur lesið íslenskar bækur, þessi íslenskar kvikmyndir og heillast einhvern veginn að veruleikanum og við kannumst við þetta sem eru lesendur eða horfum á bíómyndir eitthvað stað frá. Okkur langar að heimsækja þessa staði sem í þessum verkum. Þetta bara mannlegt, ef við heillumst að okkur langar að fara þangað. Og þess vegna kemur fólk til Íslands, meðal annars. Og þetta ég meina, ferðaþjónustan, sem ég held að list og menning sé svona bara kannski ein af hornstöðunum undir, hún væri ekki til í sömu mynd. En það nefnilega ekki fyrir nú segir þetta sem að svo margir kveikja á því að það sé eitthvað viti í þessari list vegna þess að við þurfum að draga línu á milli hins efnalega. Og til þess að einhvern veginn ná utanum þetta, það eru svo margir staddir þar. Og líka bara sko, ef við myndum bara stróka út, við værum ekki með Þjóðleikhúsið, við værum ekki með Borgarleikhúsið, við værum ekki með almenningsbókasöfn sem lögbundin skylda allra sveitarfélaga að hafa, þá væri Ísland bara svona eins og verstuð. Við getum kannski eitthvað haft ofan af fyrir okkur sjálfum, en væri eftirsóknarvert að búa hérna. Mundu við nenna að búa í Íslandi ef ekki væri fyrir íslenska menningu? Íslenski veturinn án listar? Ég bara, hvernig væri hann? Og þú veist, og fyrir mér, ég alltaf að hugsa þetta út frá, að því ég að skrifa fyrir börn, út frá sem sagt uppeldi í raun okkar, að því að þú veist, það elur enginn barnið sitt upp sjálfur. Það þarf alltaf þorp og samfélag til þess að ala upp barn. Og ef við ætlum að, við getum þýtt eða þú veist, hort á ameríska efnið, en þá erum við að gefa krökkum á Íslandi þau skilaboð að þeirra líf sé ekki nógu merkilegt í sögu. Og hvers konar skilaboð eru það? Ef þú segir bara, teima hérna og það einhverjir stórkostleg náttúra og ótrúlega merkilegt menningarlíf og samfélag, en við skulum bara ekki tala það eða fræða það. Við getum bara hort hérna á einhverjar ameríska sápöpur eða eitthvað á TikTok. Og ef við strókum þetta bara út, hvað skilaboð í alvörunni erum við að gera? Við þurfum að gera svo miklu, miklu betur. Já. Það eitthvað í það líka einhver miskilningur að við þurfum öll að sanna gildi okkar með markaðs árangri. Það stundum bent á
okkar fremstu reyfara höfunda sem einmitt eru ekki á listamannalaunum. Nei, þeir hafa fæstir verið á þeim listum. Að það stundum hort á þá sem fyrirmyndir. Akkur get ekki allir verið, sko, þú ert bara ekki nógu góð til þess að vera rithöfundur ef þú skrifar ekki nógu góða bækur til þess að það seljist í nægilega miklu magni til þess að þú eigir að halda áfram að skrifa bækur. En til dæmis þá, sko, í hvað þetta varðar þá gleymist hvað málsvæðið okkar lítið, hvað samfélagið lítið og það náttúrulega ekki vinnandi vegur að hugsa það sem við erum að ræða hér bara út frá markaðshagsmunum. Nei, en sko markaðurinn getur alveg unnið með okkur og það er frábært að íslenskir höfundar og þetta eru náttúrulega auðvitað glæpasagna höfundar en þetta eru líka, höfundar ég meina eins og Jón Kalman, Auður Ava, Hallgrímur Helgason hefur á mikilli siglingu núna í útlöndum með 60 kíló bækurnar sínar. Þetta eru höfundar sem hafa byggt upp sem feril í gegnum listamannalaunin að mestu leyti og væru þessi grein hún væri ekki til en sko við mögum heldur ekki glemma því að sennilega hefðu glæpasagna höfundarnir aldrei náð því að verða útflutningsvara ef að aðrir höfundar sem byggðu feril sinna á listamannalaunum hefði ekki rutt brautina. Þá hefði bara ekki verið þessari kanalar. Þá hefði ekki verið þýðendur yfir reyndir þýðendur því að þetta byggir þetta byggir óbærslega mikið á því að eitthvað fólk klárt fólk í útlöndum geti þýtt íslensku höfunda yfir á sitt tungumál. Og þá hefði bara glæpasagnadeildin heldur ekki orðið skilur. Þannig að þetta styður allt annað og við megum ekki alltaf vera að horfa að stilla hópum upp á móti hvorum öðrum. Og svo það náttúrulega líka bara þannig að listamenn hafa þeir vita að listamannalaun eru takmörku gæði og það hefur ítrekkað gerst að höfundar sem hefur gengið bara sérlega vel árið undan hafa ekki sótt til þess að gefa bara sína mánuði til annara. Hafa þá auðvitað svolítið aðeins meira listrænt frelsi en þess að þeir eru ekki þá svona niður njörfaðir í einhverja verkefna áætlun en það eru til mörg dæmi þetta sem að bara, er hægt að skoða. Einmitt. Margrét, það var forvitinlegt að spjalla við þig þetta og ég vona að hlustendur og áhorfendur samstöðarinnar séu einhvers vísari. Já, vonandi og ég bara þakka þér fyrir að bjóða mér. En við sennilega verðum þess ekki umkomin að líma saman bilið sem á milli andstæðra póla í þessu en kannski færum við frekana aðeins nær. Samtalið bara rosalega mikilvægt og gott og við skulum heldur ekki glemma því að Ísland eitt af ríkustu löndum í heimi. Við höfum efni á því að borga fólki almennileg kaup. Laun á Íslandi hafa hækkað gríðarlega síðustu ár. Okkar listamannalaun, þau eru bundin neysluverðsvísitölu en ekki launavísitölu þannig að þau hafa ekki hækkað. Þau hafa hækkað í takt við verðlag en ekki í takt við laun. Og það eru náttúrulega ýmsir hópar sem hafa setið eftir sem eru til dæmis í þessari stöðu. Og ekki síst á tímum ólæsis. Akkurat. Og allt menningarlæsi rosalega mikilvægt. Það ekki bara að lesa texta, við þurfum að læra að lesa myndir og tónlist og allt eitt líka. Einmitt. Margrét Tryggvadóttir, formaður Rithöfundasambands Íslands og rithöfundur sjálf, fyrrum þingmaður. Þakka þér fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Og þá víkjum við að öðru. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.